Helgi Rúnar Bragason, þjálfari í kvennalið Þórs. Helgi, síðasti leikur var tapleikur hérna heima á móti Grindavík sem var hörkuleikur en einhvern veginn voru þær gulklæddur úr Grindavík bara meira tilbúna í leikinu heldur en við. En á laugardaginn er það Njarðvík. Hvernig leggst það verkefni í okkur? Það leggst bara vel í mig eins og allir leiki gera rauninni. Ég fer alltaf brattur í alla leiki og svo er það bara spurning einmitt hvernig ég næ að stilla það líka inn í stelpunar sko. Hvort að ég næ að mótivera þær eins og ég oft sko fyrir þessa leiki. Peppa alveg út í eitt en og það tókst ekki síðast á móti Grindavík. Við vorum bara hálf flatar og ekki nógu aggressívar eins og við þurfum að vera til þess að sigra þessa leiki. En Njarðvík stelpurnar, það er lið sem við þekkjum lítið. Við erum búin að spila til þess að við erum vetur og unnu það í hörkuleika útivelli með litlum 2-3 stigum ef maður rétt. Það tók að létta þetta heima. Hvernig leik megum við búast við núna? Er mikla breytingar á liðinu hjá þeim? Þær frá því síðast, þá erum búin að bæta við sig einum leikmanni í janúarmánuði sem að kemur frá Breiðablik og er uppalinn Njarðvíkingur og hörku bakkari sem að þeir að fá og bara stækka þeirra hóp. Þannig að við eigum eftir að búast til bara svakalegum leik. Það er ætlað sér klárlega að kvitta einhvað fyrir þessar síðustu 2 leiki sem að spila á móti okkur. Við hefum haft góð tök á þeim og þær muni gefa allt í þetta. Þannig að við hefum bara ekkert annað en vona á einhverju alvöru stríði bara. Leggja okkar stelpur ekki upp með allt í þeirra þrendir bara og taka hennar leik? Jú, ég bara gerir ráð fyrir að mínir stríðsmenn mæta bara á fullum krafti og leggja allt í sölunar. Við ætlum að taka bara Eurovision veisluna snemma þennan daginn og byrja í höllinni og svo glamur kvöldi. Þú tókst ég við það mig, ég ætlaði að spyrja, verður einhver Eurovision feelingur í stelpunum? Það er alltaf ákveðin galsi þar hjá þeim og við spilum þetta bara eftir hendi hverju sinni og það verður bara veisla á laugardaginn, byrjar bara snemmu morgni með góðum liðbrönns hjá stelpunum og svo förum við í stríð og endum síðan bara í góða Eurovision dating. Er búið að plana eitthvað partí þá kvöldi? Það fyrir eftir hvernig úrslit leiksins er. Veist að við spilum aldrei partíspilunum fyrirfram sko. Eurovision, það náttúrulega fer ekki til pásu ef það fer illa hjá okkur. Nei, þá verður bara hver einn að horfa það í sínu horni. Nei, við erum ekkert svona að plana neitt partí, enda erum við ekkert partilið. Þannig, við skemmtum okkur á vellinum og þar viljum við skemmta okkur og áhorfendum. En ég heyrði á tali fram á göngunum áðan að eins og staðan í deildinni er í dag, þá sé Þór einfaldlega búið að tryggja sig í úrslitakeppnina. Það passar, það gerðist í gær. Þegar Njarðvík lagði ÍR að velli, það þýddi það að vonir ÍR-inga að ná okkur allavega og fór fyrir bí. Þannig að við erum allavega búin að tryggja okkur úrslitasæti, fjaralega úrslitin. Þannig að þessi leikur á laugardaginn mun svolítið vera kannski hvort baráttunum svona 3. sæti. Njarðvík er jafnt okkur að stigum og að vísu búin að spila einhver aðeins fleiri leiki við. En þetta verður svona baráttunum 3. sæti mætti kannski segja milli þessara 2 liða. Og við ætlum að leggja okkur allar fram í að ná því sæti. En í fjaralega úrslit skiptir engu máli hver mætir hverju, þetta verður bara gaman? Já, það er bara ný keppni segi ég, sko. Þannig að við þá bara sliðrum við sverðin og mætum klár bara í annars konar stríð, hvort sem það verður, hvaða lið sem við munum mæta, hvort sem það verður, sýnist þetta stefna, annarkur Grindavík eða Fjölnir. En við erum svo sem ekkert að velta okkur mikið upp úr því núna, við þurfum að klára deildina og næsta verkefni er á laugardaginn gegn Njarðvík eins og það komið fram. Leikurinn er klukkan 2 ekki satt? Hann er klukkan 2 og það er bara nóg að leikjum eftir í okkur. Við höfum 6 leiki eftir í deildinu og við munum nota það vel
og byrjum strax á laugardaginn sem við ætlum klárlega að mæta Grimmar á móti skemmtilegu liði, Innjónum úr Njarðvík og það verður bara stuð. Ísland er langt frá því að vera búið. Langt frá, þetta er rétt að byrja okkur. Gangi ykkur vel. Takk fyrir það.